ekki samt, þú veist, ég að tala þengið þegar ég að hlusta á rapptónlist. Erum við ekki bara að byrja? Jú. Þú veist, mér langar í rauninni bara að, þú veist, að fá að upplifa textan eins og ég sé að segja þetta. Þess vegna langar mig alltaf að heyra eitthvað gangsta shit. Já, ég veit hvað meinar, skilur, en það síðan sko að semja eitthvað dót. Mér finnst það allt öðruvísi að hlusta á eitthvað annað lið, segja dót, og meiri segja kannski dót sem ég að upplifa, skilur, hef upplifað, en ég einhvern veginn, ég get ekki sett það, sko. Ég get ekki sett það. Og Hvað, upp á eitthvað svona... Já, ég náttúrulega fór kannski bara, ég hef farið til því gegnum tíðina aðeins aðra leið. Mér er bara gaman að semja allar áttir og ég meiri emo-boy heldur en fólk heldur, sko. Þú veist að, you know it, you my friend. Ég líka þeir sem hafa hlusta á Steffi, veistu þetta? Hey, boy. Já, svona dótið svo, þú veist, Malbygg og Tossi og okkur svo dót. Malbygg endar, ég mati, þú sýndir mér þetta lag ekki, bara... Þú fílar það ekki? Nei, en ég dýrkaði í dag. Já, grows on you. Já, og líka bara, þú veist... En klassíker. Já, en vel samið líka bara. Já. Það var svona... Það. Nei, ég er tilbúin plötu sem ég að fara að gefa út þarna með Helga og dótið sem ég var að sýna þig núna, það er The Secret Project. Já, en þetta er svart og hvítt. Ég veit að, það er maður líka svona, má það. Þú bara svona þessu leikari sem að leika, bara fekk hlutverk, skilur, þetta er svona Christian Bale hlutverk. En þú veistu hvað ég tala um? Má það? Væri maður til í að lista Young Thug og síðan myndi Young Thug bara gefa út Cure-plötu, skilur? Já, þú veist, út að ég meina Harambe til dæmis. Já, fuck það gott lag. En það er bara svart og hvítt, finnst mér. Nei, kannski ekki. Nei, Young Thug má eiga eitt. Young Thug er bara svona eins og einhver illa gítareffekt, sko. Hann hljómar alltaf eins. Þú veist, hann er alltaf með svona, hann hljómar ekki alltaf eins, en hann er alltaf, hann er fyrst ekki eins sem ég heyri... Hann er hljóðfærið sem gerir, þó að beatin sé öðruvísi og væpi sé öðruvísi, þá er hann alltaf með eitthvað experiment í gangi sem að einhvern veginn sameinar veistu hvað ég tala um? Hann er bara Young Thug, skilur. Já, þú veist, hann er Young Thug yfir beatið. Mér var svolítið hitta þarna með að hann sé hljóðfæri. Já. Fattur þau, mér er til dæmis þú veist, ef ég hlust á Method Man eða eitthvað, segjum það, geggjaða rappari, en ég myndi aldrei upplifa hann sem eitthvað svona hljóðfæri. Nei, ég veit hvað minnar. En þú veist, Young Thug er svona, með svo fyndi, ég tek alltaf þetta dæmi, ég er örugglega búin að taka þetta dæmi á því líka hérna, þegar fólk er eitthvað, ég heyri ekkert hvað hann er að segja. Guður, ég heyri eiginlega ekkert hvað neitt er að segja. Ég heyri ekkert... Hlustaðu. Heyri, þá er ég að tala um, sko, ekkert endilega í rappi, en þú veist, nefndu mér, þú veist, bara, segðu mér eitthvað eitt sem Björk er að tala um í einhverju lagi. Já, ok, þú veist, en... Segðu mér eitthvað eitt sem að Sigurós er að tala um í einhverju lagi, skilur við. Fólk kann catchy húka og núna er einhver einn brjálaður eitthvað, ég hlusta alltaf á alla textana. Já, og líka fókin einn. Já, en þú veist, Young Thug er náttúrulega ekki þekktur fyrir textana sína. Jú, þeir eru það? Geðveikir, sko. Textana eru ógeðslega clever og fyndnir og já, en samt nonsensical, skilur mig. Já, en þú veist, hann er einhvern veginn... Þú veist, er hann ekki bara að segja eitthvað bull og svo kemur bara eitthvað geðglín og maður bara, wow! Nei, þú veist, jú, þetta er náttúrulega samansapn af múti, finnst mér meira heldur en... Þú veist, ég hef alveg lesið, þú veist... Þetta er ekki eins og ég hlusta J. Cole eða eitthvað, þar sem hann er bara eitthvað að segja mig sögu og ég þarf að setjast niður og fara í belti til þess að fucking... Já, það taka glósur bara. Hlustaðar á J. Cole nýja plötuna? Nei. Þú hatar J. Cole? Já, en ég virði hann samt. Ég meika eins og ekki J. Cole og mér finnst alveg ennþá smá lúðalegt hvað hann er hallarslegur. Já. Hey, gaur. Þú veist hann þykist vera bara eitthvað svona búa ennþá í Bed-Stuy, Brooklyn eitthvað og ekki vera ríkur og nei, þú veist, hann er samt, ég held samt, það sem hann er búin að vera með... Hann er full of himself, sko. Nei, ég held að þú sett á villigötum með það. Ég held að hann sé meira, ég held að hann sé í alvörunni gaur sem er bara family man og er að hugleiða og auðvitað er hann baller, skilur við, en hann talar líka um það, hann talar um það í lögum, skilur við, bara, ég bara, eitthvað
Party Pussy Money var eins og sem ég var að hugsa skilur, nú ég orðin þú veist, hvað hann, 34 ára eða eitthvað. Ég var alveg kynnt með hann ég veit alveg hvað hann kemur. Mér finnst samt stundum bara eitthvað svona lúðalegt, það eitthvað svona ógeðslega svona XXXXL oversized t-shirt, eitthvað situr og okkur pick-up-bíl, eitthvað svona rappin' raps, en hann samt einhvern veginn, ég var að tala þetta einhvern daginn, hann krossar einhvern veginn yfir, hann svona boom-bap-rappari, en samt eiginlega ekki, þú veist að því hann fucking technical, hann með geggjaða texta. Heyrðu frístana hans í LA líka. Fucking rugglað. Þú veist, ég meina, mér það segja allt sem segja þarf basically varandi getun hans. Með og líka bara lögin, nýja platan, ég hlusta á hann fyrst og ég var bara, nei, ég gerði þetta reynda með allt, sko, ég hlusta á þetta í alveg, nei, ekki myndteipalli, síðan hlustaði aftur, og hlusta bara 4. skiptið eitthvað, þegar ég hugsaði, wow, þetta bara ein besta plata sem ég heyrt. Ég þarf að gefa henni sens. Hún byrjaði bara Lil Baby lænu. Ég búið með það. Já, finnst þér ekki nett hvernig Lil Baby kemur inn? Mér finnst Lil Baby nettur, ég til að hlusta nýja diskins Lil Baby. En veistu hvað fyndið? Ég nefnilega Lil Baby og Lil Durk, þegar það ekki á plötu? Já, en ég hef verið á einhver svona, nú ætlum ég að segja þér, þótt sem að mun gleða þig. Ok. Að ég meikaði sem ég ekki J. Cole, og svona, þú veist, kannski síðustu 2 plötur búin að gefa hana sens, en síðan einhvern veginn var Lil Baby ekki ná mér. Komið að því. Já, það sem gerðist var, ég hlusta á þetta lag og það ógeðslega fyndið að krossa inn í artista með artista sem þú heldur ekkert eitthvað búin að vera... Geggju kynning á honum. Bara þetta lag var geggjað. Þannig ég tók mig til og hlustaði á My Turn plötuna og hún fucking geggju plata. Ertu djóka? Og ertu að segja mig þið finnst J. Cole plata betri en þessu plata? Ég er ekki búin að hlusta Ég geti nefnt 4 Lil Baby diska sem mér veist betur. Já, en sjáðu, byrju, don't shame the man walking into the game. Ok. Ég bara, ég að gera mitt allra bestu. Ég átti geggja spjallu pappa í gær. Lil Baby? Nei. Alls konar tónlist. Og þetta pappi eitthvað, 56 ára eða eitthvað. Og pappi sagði, gerum við greiðaguti, aldrei verða gaurinn sem hatar nýja tónlist. Því pappi hefur alltaf passað sig, veist, hann segir við mig bara, ég skil ekkert hvað þú ert að sýna mér, en ég heyri það gott. Já. Eins og við vorum hann ógeðslega fyndi í gær, hann segir hjá mér í gær og hann var að segja mér frá einhverju geggju lægi sem hann heyrði í útvarpinu með Kanye West. Kanye West? Já, og ég bara, you fucking old fart, það ekki Kenny, og það fór svo 5 mínútur í að útskýra bara, Kanye, og og út frá því fórum við að tala rap og þá sagði pabbi, svona, ég hlusta ekki á nýtt rap, en ég heyri til dæmis svona mikið að Kendrick Lamar-gaurinn mjög teknískur rappari, og ég var alveg, hvaða fucking knowledge? Hvaða fucking knowledge er þú með á þetta? En ég dýrka það, og ég, veist, með það sama, mér hefur ekkert fundist, mér hefur ekki, þetta svo Playboy Carti, ég hlusta og ég heyri hvað að gerast, ég heyra það eitthvað væp ég get hann ekki, þetta minnst en ég bara, þú veist, í staðinn fyrir að vera eitthvað þetta fucking glatað þá verður maður bara að vera, hey I respect it og ég skil, þú veist, það eitthvað hana en ég bara, þetta ekki fyrir mig áfram gakk, skilur þú? Ef stöffið vel gert til dæmis ef ég fer á matsölustað og það komið með rétt tímur og ég fíla hann ekki en hann á að vera svona þá ég ekkert að vera kvarta. Nei. Fattar mig? Já, þá þetta ekki bara mitt þing en það var ekkert að matnum sem slíkt og það ekkert að J. Cole en ég nenni ekki þú veist, til dæmis mér líður bara eins og hvaða gaur var að tala það sem þú ert bara að setjast í sæti og hann að fara að segja eitthvað sög, var þetta J. Cole ekki? Já. Þú veist, mér líður bara þannig, ég nenni ekkert að fara þú veist, ég ekkert að hlusta á tónlist og ekki gera neitt annað á meðan. Nei, en það líka bara mismunandi hvernig fólk hlustar á tónlist. Já, hann á fulla rétt á sér. Sumir fara og hlusta bara á lyrics, skilurðu, og ég meina, ef ég að keyra út á landi, þá ég til að hlusta á J. Cole. Já, wow, shit, ég var alveg til að ef ég í ræktinni, þá stundum bara hlusta á techno, sko, og eða bara eitthvað, eða, ég hlusta á þögga í ræktinni mikið. Já, ég kaupi það og ég myndi líka hlusta á Lil Baby.
Ég hlustaði á My Turn í Reykjavík. Áttu þér eitthvað upp á slag þar? Já, ég man það ekki fyrir að flettið upp. Í fljótu bræði upp á slagið mitt. Tilbúin að. Já. Maður gíska, það Something to Prove. Nei. Wow. Ég er sko, þú voru að gera grein fyrir ég er búin að hlusta á þessa plötu einu sinni. Já, ok. Og wow, einu sinni til gegn. Og þetta er lagið sem ég man eftir Ég átt með því hátalara. Já, ég veit að ég er að setja þetta hérna. Þetta er ekki bara eins og eitthvað svona sáttdæmi, sko. Já. I just spent 100 on a chain and I don't care about it. Það sem að ég fattaði bara ekki, ég þurfti bara að venjast röddin held ég, sko. Já, ég meni, þú veist, það var alveg... Það skulle tala af því að, þetta er ekkert eitthvað... Er þetta ekki smá eins og bara, er þetta ekki smá bara fresh eins og Lil Wayne var fresh, skilur þau? Yeah, nema þetta er alveg obvious, þú veist. Öðruvísi. Já, en þetta er samt líka, þú veist, ef Lil Wayne var ekki til, þá væri þetta ekki til, skilur þau? Já. Þetta er alveg, þú veist. Ég er samanlega því, sko. Það væri bara eiginlega ekki neitt til, ef Weezy hefði ekki verið til, skilur þau? Já, ég meina, hann er pioneer, bara 100%, sko. En ég dyrka fucking Lil Baby, sko. Ertu búin að hlusta á, Ramen and Noodles? Nei, Ramen and OG. Nei, mástu, ég er bara búin að hlusta á My Turn og einu sinni. Já, en þann gáði lag með Johnny Lucas, featuring. Ég hef ekki hert það. En mér langar að segja eitt, við ætlum að fara dýpra inn í þessu umræðu þegar fólk er eitthvað svona tónlistin frá mínum tíma og var betur en, veistu hvað típi ég er að tala um? Ok, bring it. Þegar lið og annað sem pabbi sagði, ég ætla að bring my dad's knowledge inn í henni þátt. Hann sagði, Gauti, þú veist nákvæmlega á þeim aldri þar sem ég fór að taka eftir í að fólk fór að staðna í tónlistarsmekk. Og ég er, þú veist, 32 ára og þar sem fólk fór að staðna í tónlistarsmekk og hætti að gefa nýjum hlutum séns og hann var alltaf að segja mig söguna frá því þegar hann, þú veist, heyrði Prodigy í fyrsta skipti, skilur að því að þá fór hann bara inn í plötubúð í Kaupmannahöfn eða eitthvað og sagði bara sýni mig bara það ferskasta, skilur Þú er pappiðinn dóp, maður. Að hann má eiga það, kallinn, sko. Hann er young for an old man. Já, en þú veist, hann var að tala um Prodigy í gær, skilur, eins og það var ennþá nýjastu diskurinn, skilur, líka. Það er samt svo pappalegt. Já, þú veist, mér finnst það bara respectful dæmi. Ég væri ekki að fucking gera rap eða það væri ekki fyrir hann. True, ég ætla að segja henni snúri hérna. Já, fara að setja snúri. En það sem ég ætla að segja er að það er svo mikið að liði, eins og það er ógeðslega mikið að liði sem er aðeins eldri en ég, sem að segir að rap 90s rap hafi verið best og síðan hafi þetta byrjað að vera lélegt eftir því. Og það er svo ógeðslega fyndið. Ég er að horfa á einhverja þætti núna á RÚV. Vá. Kom ógeðslega mikið hláað þegar þú gera þetta. Þú heyrir það bara ekki, þú ert ekki með þetta. Já, ég græðir það. Það er einhver þáttur sem heitir einhverju ártali. Á RÚV? Já, þetta er svona, þú veist, að vera bring back, þú veist, gamli þættir. Og þetta er svona tónlistaþáttur frá 1984 eða eitthvað. Ok. Og ég held sem mismöndi stjórnundur, ég held að Jón Ólafsson Já, er þessi íslenskið þættir? Já. Og það er svo fyndið, það er verið í fyrsta lagi, þetta sem að fólk segir eitthvað svona, tónlist hljómar öll eins í dag. Tónlist hljómar öll eins alltaf. Skiptir ekki máli hvar þú ferð í tónlistasöguna. Fólk er alltaf að sækja innblástur frá því sem er í gangi og það er ógeðslega fyndið að heyra hennar þátt 1984 held ég hann sé, manna ekki alveg en þar hljóma bara, veist, ég horfði á okkur eitt þátt og þar hljóma bara 4 artistar nákvæmlega svo Bubbi Mortens, skilur Já, ég er bara sjúklega inspired auðvitað, skilur að því að þú veist, og það er ástæðan fyrir að hljóma bara 100 gaurar eins og Flóni, skilur og allt í hennu kemur eitthvað Jópi og Króla sem er ekki fucking Jópi og Króla, þetta er einhver annar Króli, skilur og kemur út eitthvað músík sem hljómar eins og þetta og það sem að gerist síðan er að tíminn eyðir út því sem að er feik og lélegt, eftir stendur topparnir og eftir stendur að þú átt bara minningu af að þetta tímabil hafi verið geðveikt af því þetta hafi verið einu sem verið í gangi
Veistu hvað ég er að tala um? Já. Þannig að síðan sækir minninguna, vá, hvernig var þetta dæmi? Þá ertu bara, já, þú veist, ég er náttúrulega frá tímabilinu þegar að Wu-Tang voru bara sitt besta, en þá voru líka bara Slú-Tang og Flú-Tang og bara eitthvað fullt af einhverju drasli, skilur við? Já, vá, ég tengi þarna, en mér langar að koma hana eitt sem sagðir, tónlist verður alltaf bara alveg eins og tónlist, eða eitthvað. Tónlist verður alltaf hljóma eins og tónlist, eða eitthvað. Já, þá einhver brýtur keðjuna og einhver fyrir að herma eftir næsta guð, skilur við? Já, ég skilji, en þú veist, bara til að setja sér eitthvað svona sammengi, að þú veist, bara þegar svona rock'n'roll kom fyrst og þegar jazz kom fyrst, að þú veist, ekki ég hafi verið uppi þá, en þú veist, maður hefur alveg heyrt svona testimónis á fólki að vera vitna jazz í fyrsta skipti. Já. Þetta var alveg eitthvað þing, en það var öðruvísi heldur en það sem það heyrt. Ég man eftir einni svona stefnu sem við upplöfum sem var Lifestyle með Young Thug. Nei, ok, við náttúrulega fáum að upplifa Alltaf 50 Cent, hann kom með alveg nýtt wave, fannst mér. Já. Byrjaði að syngja hún í rappið sitt. Ég veit hvað það meina, en ég er meira að meina svona eins og þú veist þegar dubstep kom. Og ég er ekki að segja að dubstep sé frábært. Nei, ég fatt það, Skrillex og eitthvað. Já, manstu þegar þú heyrið bara í fyrsta sinnin rap. Já, vá, það er fucking blues. Já. Það er jazz, mjög djölda gott dæmi. Nema að dubstep er bara hræðilegasta tónlistarstefna sem það sem fyndi hvað hún var geðsjúklega heit. Og svo hvarf hún bara. Nei, að því að þetta er bara ofbeldi. Já, þú veist, þú getur líka bara... Þetta er bara ofbeldi í eyrun, skilur, þetta er bara... En ertu líki þegar þú ert að hlusta dubstep og keira eitthvað, verður ekki að brjóta lög? Verður ekki að keira rátt? Jú, eða gera eitthvað asnalt með höndunum. Já. Dubstep. Hvað liðir dubstep lengi? 5 ár? Já, það er ekki eitthvað svo þess. En það er svona leifar af dubstep, skilur þú? Já, er það ekki UK drill núna? Jú, 100% eitthvað, og síðan, þú veist, það var alveg gott dubstep líka, eins og, maður sjá, er ég að muna, þú veist, þetta hérna band, þetta. Bilum. Var þetta ekki dubstep? Að þú veist, ég er að segja að það er svona, en þegar þetta var bara dubstep, skilurðu? Sko, þetta er svona smá eins og að taka pre-workout í vatni, hitt dubstep er svona svo myndi bara hella duftur í munnin. Já, ég er samt sko að verða vikin, ég hoppaði alveg á dubstepi sko. Hei, það er alveg eðlilegt. Ég gerði það líka og við vorum að hlusta okkur dubstep á prikinu og líka þegar trapp var, þú veist, þegar trapp var alveg svona ógeðis vinsælt þegar fólk var bara að hlusta á þetta hérna var aðalagið bara That's the shit I don't like. Nei, meir svona dút. Mást þetta svo að Já. Spila það. Down. Er það Waka Flocka, en eitthvað er það? Nei, þetta er hérna Hudson Mohawk og Lulis. Það getur ímyndaði bara þetta og áfengi og kókain og prikið klukkan 4. Þetta verður trillt. Ég veist bara, menn voru bara að slást. Þetta er svona dót. Þetta er algjört svona dót þar sem að DJ-in les ekki að stelpunnar vilji þetta ekki, skilur við? Þetta er algjört, þetta lag er algjört Killing in the Name of nútímans. Já. Hvað er Killing in the Name of nútímans? Það er ekki þetta. Það er hérna Waka Flocka. Hard in the motherfucking pain. Já, maður ekki, hvernig var það aftur? What the fuck? Er það að finna? Það er fucking gott lag, sko. Það er nefnilega, Waka hard in, og svo kemur eitthvað svona, Waka blögg up, eitthvað svona, og svo droppar eitthvað, þetta er geðveikt séð maður. Hvernig var það? Got a mistress, what up? Main bitch. Verðum að setja smá á það. Ég elska bara eitthvað svona. Hvað,
þetta Var þetta ekki saman að spila? Nei. Þetta harða sem ég heyrt. Þegar ég heyrði fyrst skipti, ég var bara what the fuck? Það svo mikið verið að byggja mér upp. Smá erfitt að vera hvítur og vilja samt að með svo lagi. Herjá, hlustum á okkar Sensor. Æ, hlustum bara á Sensor, það er það sem við mögum syngja. Say Gucci, that's my motherfucking Vá, hvað gott fyrir En ég datt inn á einn gæi daginn sem að ég held að þú hefði hlustað eitthvað í Grænlanda og mér veist hann bara ég ætla að koma með hérna hver er maðurinn fyrir þig. Á ég að spyrja? Ég skal koma með smá... Á ég ekki að spyrja? Jú, spurðu bara. En svartur? Nei. En rappari? Já. Er hann... Ég get ekki sagt þig pínu og svo getur spurt í kringu það. Ég ætla að lýsa þessu gæja. Þetta er gæja sem er búin að vera örugglega mest consistently að gefa út bæði tónlist og myndbönd við lögin sín. Kanye West? Nei, þetta er hvítu gæji. Já, ég var búin að gleyma þig. Og hann er búin að skipta örugglega svona 7 sinnum nöfn. Þetta er Riff Raff. Bingo! Nice, Ertu eitthvað búin að hlusta á nýjasta setið hans? Ég hefur heyrt Swan in my pond. Já, þú sýndi mig það. Eftir það fór ég á svona smá tér. Ertu búin að hlusta á Foreign Land með honum? Nei, það finnst hvað mesta ball-ass bragging move ever að vera bara að tala að þú kiftið Svan. Já, þú veist, hann fer alltaf bara... Hann líka gerir lag hvernig einasta hlut sem hann kaupir. Spilaði eitthvað fyrir mig. Mér langaði að sýna þér eitt vers sem... fucking Riff Raff maður. Það var eitt tímabil sem ég fílaði ekki með hann. Það var þegar hann varð þarna wrestling-gur. Já, það talaði hérna Peach Monster eða eitthvað. Hann varð bókstaflega svona wrestling-gur, sko. Ok, ég sýndi mér þetta. Þetta Smoke Purp og Riff Raff. Ég þól ekki Smoke Purp. En Riff Raff kemur og destroyer. Þetta hann. Ok. Documented baller diamonds on my collar. Caller ID says Lady Gaga. Rose gold rock waller when I pop bottles. Jump out the Chevy Tahoe, look like Johnny Bravo. Lemon berry locket for my esophagus. Now it's noon, I'm moon walking on my tour bus. Only walk lean in my white cups. Oreo blunts, double stuff. Moonlight reflects up off the cobblestone. I got pirate blood in my chromosome. Oriental blue on the sapphires. Maroon moon, cranberry vampire. Diamonds dancing like a campfire. Thunderstorm Mercedes out in Red Rock. I drop my top, smoking Lamborghini leg lock. Green bean diamond look like avocado. Sweet pea, poetry. Hvernig þetta að hata hann gauðir? Hann svo málið, hann líka bara, hann veit hann fucking fyndin, skilur við? Hann fucking funny. En ég samt að reyna átt að maður því hversu mikill partur af þessum gauðir karakter og hversu mikið hann bara... Hann ætla bara orðin Riff Raff, skilur við? Já, þú veist, við keyptum eins og einhverju ammæliskveðju á honum til að senda á Ólafinn okkar. Í alvörunni? Já, hann var svo fucking kókaður í fucking vídeónu sem við fengum. Og þú veist, ég kostaði 15 skall eitthvað að fá einhverju ammæliskveðju frá honum sem við keyptum sko, eitthvað aðeins meira mögulega. En ímyndaði, síðan fyrir hann bara inn í stúdíu og tekur bara 1 dag þar sem hann bara... Það var svaretlu. Já, þú veist, mér fannst bara, þú veist, farði inn á Cameo, hvað kostar að fá kveðið frá Riff Raff? Ég alveg henni talaði, mér fannst svo mikið geði ekki, það var, já, maður sjá þetta fyrst. Ég ætla fyrst að sjá hvað hann rukkar og síðan ætla ég að segja það sem ég, request, 85, sjö. Já, 12 skall eða eitthvað. Og síðan var verið að einhver spælingar að gera pælingar að gera íslenskt svona fyrirtæki en maður mátti ekki rukka undir 15 skall í. Hei, af hverju fer ekki Íslendingi bara á Cameo? Ég ætla að gera það, sko, ég ætla að seldi jólakveður á síðustu jól, bara fucking fínastu peningur og gaman, skilur, og fólk fær eitthvað rafræna jólakveðu og ég rukkaði 2.9, skilur. Og veistu hvað, mér finnst það bara fair. Mér finnst 15 skall væri... Já, við förum alltaf í rökin. Ég ekki bara keyra fram í húsinu hjá börnum. Já, þú veist, líka, ég þoli ekki að fólk segir, wow, það tekur bara 10 sekundur. Já, það tók mig ekki 10 sekundur að þú myndi vilja kaupa með 10 sekundur. Nei, Fattar mig? En þú veist, já, 15 skall langt, finnst mér svona...
Mér finnst það, þú veist, þú ert ekki Björgvin Halldórs, skilur mig. Ég ætla að leifa svo slæta bara, veist, það var svo margt sem fór ekki hausur á mér í smásund. En maður sínar eitt yfirbúð svo hæður. Ég bara margt síðan mér, ég var til í að bara hætta að tala og spila riffraff. Já, hlusta á, þetta er svo Þetta er nýtt, já, ok. Þetta er hilarious stuff. Ég elska að hann er serious og það sem hann rappar ekkert serious. Hann að setja í sig eyrnalokkar núna. Þið ekki eða vilja, þá getið þið hort á vídeo með okkur á YouTube. Travel to foreign land. I have ice all across my hand. I have traveled to foreign land. I have ice all across my hand. I have traveled to foreign land. En hlusta á rappið hans, mér finnst hann miklu betri. Ice all across my hand. Big baller don't wait. Diamonds all over my face. Fell got my own waist. Maserati on the way. 45 on my waist. Just in case. Could've signed with Tulane. Very briefcase. I shoot a jumper like Tim Lake. I shoot a jumper like Steve Kerr. I put a Bentley on the curb. I pull a four in a hurricane. I put a brick in the passenger. Just in case I might buy me a new plane. I made you double the price. I made you double your ice. Jody ain't got no wife. I need to buy more ice. I need more Serpent Sprite. I got a dirty cup. Teeth is princess cut. Chain is Holly Huss. Only 10 of us. Pride of tour bus. Ok, þetta fucking, þetta mjög, sko ég dýrka þetta, ég líka bara svona línur eins og þegar segir eitthvað I'm terrified to have a wife. I can't get married. Why? Because I'm married. Huh? Because I'm married to them all. Hann alltaf segir ekki neitt í, hann með svona 3000 lög. Og segir ekki neitt í það? Nei, hann segir ekki neitt og hann er sko búin að gera Tiptoe and Jordans 4 lög. En þetta sko, ég þól ekki þegar að fólk, veistu hvað, leiðilegast spurning í heimi í fjölmiðlum hvað er lagið? Hey, ef þú heyrir ekki hvað það er þá er þetta ekki fyrir þig? Nei, já, smá þannig sko. Er það ekki? En síðan bara rapp eða önnur músík bara skiptir ekki bara, hey, þetta er þessu spurning gaur sem var að gera eitthvað teknólag sem bara to the club and I'm ready to work. Hvað er þetta lag? Hvað er þetta lag? Sko, málið þetta er endurspeglaður tilfinninga þegar, fuck it, þetta er bara fucking mood. Vá. Mig langaði bara að segja, eins og í nýja laginu sem ég var að sína þér á hann, þarna, það sem ég basically bara að rappa peninga. Já, thank you, by the way. Já, það sem ég basically bara rappa peninga. Menn að gera fleiri lögum peninga. Gerðu lag 100 skatt, 200 skatt. En þarna var ég, þetta peningalagana, ég hef ekkert verið neitt, mér finnst það alveg gaman að svona bragga, en ég hef alltaf svona kannski meira setta í búning eins og í, í laginu Vá og Brekt ský, þá er ég eitthvað koma staðin sem ég á og núna er peningur í öllum gala buxum sem ég á og maður fokka, wow. Það er samt bara svona djam-tenging. Ég kannast alveg við það að vakna og eitthvað. Já, en nýja lagi er bara bókstala, þá er ég bara, ég fer á sjó og ég fær bra. Já, en það er líka, málið er ekki þægilegt, hlustendur. Nei, þetta er til dæmis, sko, ég var að horfa á eitthvað svona Future's Most Toxic Moment, eitthvað svona á YouTube. Það sem búið að taka saman alla drulluna sem Future er búin að gera. Já. Og ég horfði á þetta og ég var bara svona, þetta er samt bara Future að vera Future. Þetta er bara hann að vera leiðilegur, við einhverjar konur og hann eiga 7 baby mamas og senda þeim öllum kveðjum á Twitter en setja nokkra í svona uppáhald hjá sér. Þannig að svona 2 uppáhalds baby mamas. Ég veit ekki hvað segir mér. Nei, sem ég segja er að hafa búin til svona listi yfir svona dónarar hluti sem Future hefur gert. Og þeir voru allir það mikið on brand að, ég fíla það í rappi þegar þetta er svolítið on the nose. Ég þarf ekkert endilega einhverja gátu hversu mikið pening þú fest. Bara með þess að þegar Drake var í gamla daga, bara, ég er með $20 million og svo googlaði bara networth hans og hann með $20 million. Það er bara að tala svona on the nose rap. Finnst að kæti mjög mikið. Sko. Ég veit hvað þú tala en síðan verður líka samt átt að að það þarf að finna balans og það þarf að finna balans og átt að segja á því hver maður er, ég er líka bara 3 barna faðir í Vesturbænum, Gerðu þá líka plötu með Helga, Já, ég er að segja það, mér finnst gaman að finna balansin, í grunninn er ég fucking rappari. Já, en ég meina Future er ekki hitt, Nei, og að vera rappari er bara að vera, ég get að lofa þér að Future er líka bara, bara eitthvað grátandi yfir einhverju píu, að þetta er allt manneskjur.
Ég veit Drake fá ekki gillina, skilur við. Jú, en tjekka þetta er svona text message sem lag út frá Future. Má sjá, ég sé ekki neitt. Ég skal koma þetta. Þetta er sérst þannig að hann sérst var að tala við eitthvað píu í gegnum Instagram eða eitthvað svona message. Þetta er bara mest símanum. Og ok. Og þarna kemur þú mátt lesa þetta, hún byrjar hérna. Er það pían? Ég skal segja söguna. Hann segir hérna einhverja stelpur sem að tala við hann, heyrðu, kottu hérna og tjekka á mér, ég hérna. Og hún fer og tjekkar á honum, ætlar að hitta hann á hóteli, en greinilega ekki hérna á sömu ástæðum og Future vildi hafa hana. Og þannig að hann beilar og svo kemur þetta. Hann segir shaking my head. Nei, er þetta ekki Er þetta shaking my head? Ég ímynda bara þetta sem ad-lib hjá Future. Nei, shaking my head. Ok, SMH. En þetta er hérna, já, shaking my head. Og svo kemur hún eitthvað hérna, bla bla bla. Þú fór að lesa? Já, þú sér þetta. Já, shaking my head. Og segir hún, I didn't know that you wanted to, that's what you wanted to do. I would have told you, no worries. Sorry, I'm not that type. You understood? Okay, cool. So I won't see you at all. I'm good, love. Enjoy. Wow. Þetta, I'm good, love. Enjoy. Þetta er bara svona kaldasta kveðja og það er svo mikið verið að tala þetta. Að hann, er svo mikið douchebag. Já. En þú veist, ef þú hlustar á Future, værið hissa hann sendi svona á stelpur? Veistu hvað það tala um? Nei. En þú veist, hann ég fatt ekki alveg þetta dæmi, þau eru bara eitthvað, þau vildi greinlega, hann vildi sója henni, hún var ekki til í það. Og hann bara, I'm good, love, bye. Og þú veist, hérna hefur verið, það sem ég er að koma inn á, er að það hefur verið svo mikið að trassa Future fyrir þetta. Fyrir þetta? Já. Fyrir þetta message? Já, þú veist, þetta er bara, þótti voða toxic og þetta cancela og eitthvað, en hann svaraði engum. En það sem ég er að segja þarna er að Ég þekki ekkert baksöguna og ekki bara með þetta fucking skilabóðina. Nei, en ég er bara að tala um þetta hérna var ekki, þetta mýmaði ekki mikið á netinu, þú veist, og Drake setti inn í ykkur texta, I'm good, love, enjoy. Okay. Inn í ykkur lag, og hérna, það sem ég að segja er að þetta er svo ótrúlega on-brand fyrir gæjan gott eða slæmt, skilum. Ég skilji. Þú veist, þannig að þegar kemur eitthvað svona upp, þegar þú ert svona hræðilegt að vera on-brand samt að vera eitthvað douchebag. Já, ég er sammála, en mér finnst samt í rauninni það alveg þess virði að vera on-brand. Býtu, það væri ekki betra að myndi breyta sér samt? Jú, bara 100%. Ég meina, það versta á listunum hans Future var að það verið að tala svona hluti þar sem að eitthvað sem Future hefði gert betur. Og ekki nefndi að horfa á þetta vídeo. En það var einn hlutur sem að Ég veit svona, veistu hvað? Ég veit nákvæmlega hvaða vídeo þú tala um. Þetta er svona vídeo sem poppar upp á YouTube. What's Mojo? Eitthvað svona Future most, er þetta ekki talað um það? Já, alltaf kona sem talar um algoritma-vídeó eitthvað. Já, og sem er eitthvað svona top 10 things Future did that didn't do it. Já, toxic moments, eitthvað. En það var eitt mjög toxic sem hann gerði og maður er alveg, what the fuck? Og þá var hann búin að sópur gett lengi en sagði einhvern frá því og var ennþá bara að tala með að dópa og eitthvað svona. Finnst það toxic? Finnst það ekki toxic? Akkur er það toxic? Og það gæinn ekki að dópa lengur, ákveðan að þykjast vera að dópa. En þú veist, mér finnst þetta samt bara, þú veist, að rappa, skilur við. Nei, mér finnst on brand að vera, þú veist, samkvæmur sjálfur sér. Þú veist, já, en síðan fer alveg eftir, skilur við samt, þú veist, ég er ekki að drekka og þá má ég aldrei gera djamla aftur, skilur við. Þú mátt alveg gera djamla en ekki tala um hvað er þessi fullur? Já, eitthvað svona, ég drakk 4 bjór í kvöld og svo 2 vodka-glös, eitthvað, þú bara eitthvað ég veit hvað minnar, mér finnst samt, þú veist, finnst ekki, hann líka ekki að tala um að fá sér bjössa, skilur, hann er að tala um bara eitthvað promethazine í köpp og við meina gæinn, hann er með svo Juice WRLD sem dó, hann bara kreta Future, hann var bara idol hans, Future fekk hann til að fara að drekka lín, hann langaði bara að rappa syrup og vera hæ í stúdíónu, skilur. Pældi hvað þetta er og svo Future bara edru pældi hvað þetta er mér finnst alltaf þurfa að fylgja mér finnst alltaf þurfa að fylgja saga þinguna sko með ég held að Benta að sagt það sko, ég ætla að rappa fyllir og vera að rappa þinguna líka sko. Já, I mean you gotta mix the good with the bad, skilur mig. Já, 100% bara til að líka, já, ég veit ekki hversu mörg, ég heldur að það sé ekki hluta mér sem fór að drekka út af fucking rottölur, skilur, hvað meinur? Já, þú veist, ég meina, þú veist, þetta fólk er
gigantískir áhrifavaldar. Þess vegna finnst mér svolítið skrítið þegar þeir eru að ljúga audience svona mikið. Þú sérstaklega eitthvað, þú veist, Future væri bara, hann geti alveg rappað bara 100% allt nema eiturlyf, skilur mig. Manstu einhverja rappara sem hafa urðu edru og fóru mikið að rappa? Nei, kannski ekki. J. Cole talar það sem það, sko? Já, en ég að tala ekkert endilega að tala að vera sober, meira að tala kannski ekki endilega sérst að taka dóp ákvörð núna. Ég man hvernig það var þegar ég var að taka allt þetta syrup. Já, ég veit hvað mér er. En núna er ég að reyna að gera... Nei, ég alveg sammálaðir, skilur, í grunninn, sko, að maður myndi setja líka samingi af íslenskum rappurum. Man finnst alltaf þess að fyndi þetta svo þegar maður var að heyra Birgi ákvörðum fyrst skipti. Ég er búin að hlusta endalastu gangsterrapp síðan ég var krakki. Síðan leið hann fyrir rappa, þá var maður eitthvað svona... Þá fær maður svona, wow, býtu, þetta er bara raunverulegt, skilur, maður svona... þessi raunveruleiki er bara alltaf nálægt manni, skilur, og finnst mann alltaf í hennu orðið óþægilegra og það er ekki að tala ágæti hans at all, ég er bara að segja, þú veist, leiður og yfirfærir eitthvað á íslensku að þá er eins og komið aðra reglur, skilur. Já, ég er sammála því, sko. Já, þú veist, það er eins og að segja, mér finnst það ætti ekki að vera þannig. Þú veist, ég hlusta Birgir Hákon eins og ég hlusta bara okkar gangsterrapp úti, skilur. Já, ég er að segja, já, en það sem ég er að tala þetta er eins og með, þú veist, Gísla Pálma eða Birgir Hákon eða Móra þegar hann var að rappa, skilur. Fyrsti gangsterrappin er Móri, er það ekki það? Ég veit ekki, þú veist, það fer eftir hvar þú skilgreinir neyslu, skilur. Ef hann gerir lag sem heitir Atvinnu krimmi, það er bara bókstaflega íslensk þýðing og gangster, skilur. Já. Ég, þú veist... Er hann fyrsti neyslurappar? Já, alltaf ekki, skilur við, sem var eitthvað svona... Þú mútið flokka Móra sem neyslurappara frekar en gangsterappara? Já, 100%. Ertu ekki stressað að hann komið það inn og fara að lemja okkur eða eitthvað? Og reynið að stinga mig... Já, með hvað? Var hann með skóplu eða eitthvað? Nei, það var erpur sem var með moppu og hann kom með hníf. Var Móra að reyna að stinga erp for real? Já, bara upp í útvarfi. Þú getur fundið þetta í YouTube, sko. Ekki vídeo þessu? Já. Ha? Já. Fór ég bara gerum allt lífið mitt að sjá vídeoð af erp og Móra að vera að slást? Eða þú veist? Þetta er bara svona öryggismyndaðalar vídeo, skilur þau? Það er bestu vídeoðin. Ertu búin að sjá Ég er ekkert, sko, málið, þá var Móri náði til ógeðslega mikið að hann náði á fullt að liði sem, já, þetta er vídeoð. Hann náði til stórs hóps, ég fílaði þetta bara aldrei. Ég veit ekki hvað ég var að gera. Ég þetta alltaf aldrei inn í Móra, sko. Lekka þess að kemur ógeðslega leðilega. Búin að mjúta allt. Já, mjúta það, sjáðu. Hann er að, ég held að sé Frosti Lóasson aftast, Móri og sjáðu, eitthvað henda til einhverjum. Þetta er erpur að henda einhverju ryksu eða burt og koma til burt. Já. Pælt og ímaður. Var ekki sem að segja það frá því þegar ég sá gaur labba út á prikinu með hnífa? Nei. Manstu eftir þessu íslensk kjötsúpa atrið þarna sem hann talaði gamla nasistan? Já. Fokk, hvað þetta fyndið? Ég vona að hann gefi út Johnny Nas á YouTube. Hann á þetta efni allt, hef ég heyrt. Já, ég heyrði það líka, sko. Og ég veit ekki alveg eftir hvað moment hann er að býða. Ég held að hann sé að reyna að finna leið til þess að monetesta. Já, 100 erpur er 1000% að gera það, skilur við. En það er 20 ára að gera það? Þetta er svona, þú veist, geðu þetta bara fucking út, grættu bara peningaukstar annars það, geðu þetta bara út fucking Johnny Nas, okkar langar öllum að horfa á það. Já, geðu bara Johnny Nas seríu 2. Og heldur að, í alveg talað, og monetizar þetta, heldur þetta kom ekki bara strax á torrent, skilur við? Jú, ég heyrði eitthvað að hann var að tala ég ætla að gefa þetta út DFD og svo einhvern veginn kláraðist það og maður bara varst að gefa þetta út þegar DFD var þing. Já. Gefðu þetta bara, er þetta að gera samningu Netflixa? Já. Djúðlan kom að sjá þetta allt saman, skilur við? Ég man bara eftir einu atrið. Ég þrái erp bara aftur í sjónvarp. Já, meira content, maður. Ég bara, veist, að því að... Hann alltaf fór í eitthvað, hann gefa út eitthvað podcast okkar. Mér varst bara ekki alveg vera nóg mikið af því. Mér finnst bara, nei, hann alltaf, veist, það kom bara 4 þættir eða eitthvað en veist, erpur er þjóðardjást. Hann er bara legend. In my opinion, skilur við. Veist, allt sem ég er að gera í dag er honum að stórum hluti til að þakka, skilur. Hann er Lil Wayne þinn og þú Drake.
Já, eiginlega, og hann er líka bara Lil Wayne margar, skilur, hann var líka, Hvað heldur hann sé svona, hvað heldur sé margir sem, veist, eins og þú, ég meina, þegar við gerðum við elskum þessar bíp, Já. Og það var það ekki svolítið svona, það var big turnover fyrir þig. Jú. Ég man eftir að þú segði með þetta, þá var ég bara, wow, okay, það var pretty crazy. Jú. Ég man ekki hvort koma Hann var toppurinn þá. Ég man ekki hvort koma undan það eða Hemmi Gunn. Ég held það. Þetta, já, sko... Já, þetta var þetta var sama árið. Hemmi Gunn, já, þetta var árið þitt, svona fyrsta árið þitt, sko. Já, það sem svo fyndið, þetta var samt, þegar ég hugsa þú veist, þá fannst mér þetta náttúrulega að vera bara stærsta ári í heimi, síðan náttúrulega var það ekki, skilur? Já, en ég er að tala um en þetta var samt svona... Þetta var árið sem að mínu mati að þú varst tekinn pínu alvarlega, sko. Já, ég var komin á kortið, skilur. Já. Alveg 100% og fá að rappa með stórstrákurum, skilur, og Komin á kortið, það er enda... Komin 8 vildur... Missed opportunity. 8 vildur, komin á kortið. Var það línaða? Já, einhverju lagi með mér. 8 vildur... Hvernig er það þegar þú fyrir að tónleika? Manstu textana og þú fengið lögunum? Já, það er bara svo vöðaminni, skilur, það er bara svo hjóla. Ok, tjekka þessu, má ég testa þetta? Já. Bara ég vá, ég er að muna eitthvað lag á bara ég fuck, ok, þeir fyrsta lagið klukkan tíma Fuck klukkuslög på dörunni Ég man þetta ekki, sko Ég þarf að fá bítið, þá gæti ég svona, þú veist Já, ég skilji, þá kemur við að minni inn, sko þetta fara inn í hringinn En ég náttúrulega man ekkert öll lögin mín, skilji, ég man líka bara mest lögin sem ég er alltaf að taka, bara En gæti ykkur komið, spila þetta fyrsta lagi á þeir, spila og þú myndir bara eitthvað býta þess på sviðarinn að muna Ég hef einu sinni á ferðlinum tekið það er eitt lag sem ég get ekki munað það er lag sem þetta Blóð og sígarettur sem ég gerum með Úlfur og þá er ógeðslega fyndið í hvert sinn sem við tókum það live þá gleymdi ég alltaf einni setningu viðbót Já, hvarf alltaf meira og meira Lagið er að Benjamin Buttonast En mér fannst það gott lag á sín tíminn, ég hef ekki hlustað á það í milljón ár Það er bara fínt lag það, sko, held ég Ekki af dópa lagi sem það sýnum með Nei, það Þú verður að, gerðu þeir þurfa að sína eitt svona pínu snippet Snippet er það nú marketing fyrir rappers Snippet? Eða þú veist, ég allavega sjá alltaf einhverja snippets við utan sem ég er að dyrka, sko Já, ég veit ekki hvað ég ætla að gera næst, sko ég er ekkert að stressa mig of mikið, heldur Þú voru að gefa þetta lag, ASAP Herri, ég skrifaði neður eitthvað fleiri topic fyrir okkur að tala sko Já, ég líka mikið Já En eitt en áður en að fyrir það Ok, hvað er það? Ég er bara að horfa á þetta Young Thug viðtal Já Og hann kemur með topp 5 rappara Þetta viðtal, ég sá þennan part úr viðtalinu Hvað fannst þér topp 5-una hans? Hann sagði, hver sagði hann þér? Sagði hann Drake? Hann sagði YSL sem bara svona krúa hans sem nummer 1 og svo er það Lil Uzi Vert svo Lil Baby svo er Drake sem topp 5 bestu rapparinn sem er í gangi núna hann er ekki að tala um all time Nei, sem er á lífi og og svo áður hann sagði Future sem undir rest, eða ekki? Nei, málega, í 5. seti var uppáhaldstónlistarmaður þinn Kanye West Já. En Future og 21 Savage voru svona dansa á línum með það Þannig að Future verður endalega í 7. Ég er bara alls ekki sammála þessu lista en þú veist, ég líka bara Mér Drake er alveg listanum, right? Já, 100% Mér finnst bara að vera heyrnalaus ef Drake er ekki listanum Ég er sammála Þú veist, ég get ekki búið til að lista, skilur Mér finnst þetta bara það eru, topp 5 finnst mér bara fucking erfitt Já, það verður Drake, Future, Young Jeezy allavega hjá mér Thugga er bara Young Thug fer hann það líka Hann alltaf En svo myndi ég örugglega setja Lil Wayne Ég er að fá tíma til að gera hann lista Hann er Gerðu hann að lista eftir hann og Já, til í það Ég skal gera á móti þér og þú tala eins það Til í það Það er úr rappi í eitthvað annað Já, eitthvað podcastlega sér Ég skrifaði niður tala að borða fullt af ógeði og rústa sér Að því sko máli, ég er búin að vera að éta makrós og þú,
og hittir nú Macros King. Já, almennilega gæði, menn. Ingi Torfi. Það virkar ekkert smá, góð orka í kringum hann gæða, sko. Mjög góð orka, en ég er búin að rita Macros, síðan ég ég kom 8. viku að bara mæla allt fucking Getandi Macros, þetta samt ekki eitthvað, þú ert ekki að kaupa neitt með umbúður sem stendur Macros framan á. Nei. Þú ert að borða macroscopic level af... Ég mæli basically bara fitu, prótein, kolvetni og borða ákveði magnaði. Ég mætti núna að borða bara, dæm, en þá á ég rosalega lítið eftir í kvöld til að borða alvöru mat. Skilurðu? Það sumt sem telur meira en annað, skilurðu, hvítt brauð telur meira en annað, þetta bara, þetta í raun og veru bara starffræði, skilurðu, þetta bara... Ég myndi að spója, ertu bara með einhverja ferða vísindastofu með þér? Nei, ég er bara með vikt. Hvernig viktar fitu? Bara búm. Tekur ribba, skerðu fituna af... Hey, yo, dumb fuck. Þetta basically þannig. Segjum sem svo að ég að fara að borða kjúkling í kvöldmat, þá mæli ég kjúklinginn og annarkvort tek strikamerkið eða það er búið að skrá innihaldi nú þegar, það er svo margir að nota þetta app og þá stendur bara kjúklingur og hann er 200 grömm og þá stendur það er 16 grömm af próteini, þetta af þessu og þessu, þannig að appi reikna sér bara fyrir. Ég elskar þú að spara, hey stupid fuck, MyFitnessPal reiknar það bara. Já, en þú veist, ef þú er ekki MyFitnessPal, þú gætir ekki mælt, þú getur ekki klipi í bringuna, separator ekki fituna frá neinu á meðan þetta er í gangi. En allavega, síðan er ég búin að geta svona holt og síðan er ég búin að leyfa mér að taka stundum svona svindldaga, en síðan tók ég núna á laugardaginn og ég ætlaði ekki að taka svindldag nema morgun þá mér búið í brunns og ég er að keyra í sund þegar frændi minn hringir og ég held að ég ofan að hringja og ég var nýk farin út og ég bara, hver eru að gleyma? Og hann bara, þú ert greinilega að gleyma að koma til mín og ég er, fuck, eitthvað fótið frændi með þess og það var brunns og ég fæði mér snúð og líka, ég er svo fucking heimskur í staðin fyrir að hugsa bara, ég borða þá bara snúð og síðan bara restin af deginum borða ég vel þá hugsa ég bara, daginn ónýtur þannig að let's fuck it up ég elska þannig hugsanótt. Þetta er algjört eins og að fá sér bjór og ég þarf ekki að fara heim fyrir mánudaginn. Þannig að, og ég telli upp bara svona nokkra hluti sem ég man. Ég borðaði snúð í hádeginu red, súkkulaði snúð með súkkulaði og karamell og eitthvað svona djúbstykkt eitthvað, ég veit ekki eins og hvað þetta var eitthvað svona, þetta er svona snúðar úr nýjum fancy bakaríum sem er okkur dýrir. Vá, ég hef að testa það. Eitthvað svona, þú veist, er það betur en gömlu góðu? Já, gömlu góðu er bara ofbeldi, skilur. Nei, ég skil ekki alveg. Bara eitthvað. Ég elskar nýja slengið sem þú þarf að kóina þetta er ofbeldi bara. Útskýra þess, fyrir maður dýpri þetta, ég ætla aðeins að kontesta þetta sleng þitt. Hvað ofbeldi er? Já, þú veist, í þessu samhengi, ég veit náttúrulega hvað ofbeldi er yfir höfuð, held ég, skilur mig. Útskýra fyrir mig hvernig svona snúður sem að litli krakka borða er ofbeldi. Viltu útskýra hvað? Já. Mér, sko. Og þú ert bara að útskýra þitt, skilur, take on ofbeldi. Ég veit alveg að lógík minn ekki... Ok, þetta er sem meina svo andlegt ofbeldi, skilur við? Já, þetta er basically svona oral ofbeldi. Þetta er bæði, þetta er ofbeldi í maðan og þetta er líka bara andlegt ofbeldi að láta bjóða sér þetta... Þegar að djúpst þetta er til. Já, þetta er bara svona algjört svona... Þú veist, við þekktum, þetta er svo, ok, annað dæmi matvöru sem ofbeldi, pítubrauð. Það, þú veist, ég fatt að það. Pítubrauð? Já, það er... Akkur hefur þú fengið síðan getur þú bara fengið frosin pítubrauð frá Danmörku sem eru bara 1000 sinni betri en íslensku pítu frisbítiskanir. Án jokes. Já, þú veist, ég trúi að ég fatt að það er ofbeldi, en... Saklur snúður með súkkulaði. Tjekka hvernig hann er ofbeldi. Þetta er í alveg talað bara bakað brauð með glassúr. Þetta er bara svona brauðhleifur. Ímyndaði bara snúð án súkkulaðis. Við skulum byrja á því að þetta er ekki brauðhleifur, það er kanil líka þarna. Já, ok, brauðhleifur með kanil. Ef það er ekki kanil, þá myndi enginn borða þetta. Heimilisbrauð með súkkulaði glassúr. Og Vestar ekki ímynda mér. Já, og síðan er bara eitthvað svona smurt, annarkvort er smurt einhverju svona, bara svona gumsi yfir, sem er bara bókstaflega flórsykur og vatn, eða þá það er sett, sem er, in my opinion, verri hluturinn, hart súkkulaði yfir snúðin. Og það er verri hluturinn. Ég þúl ekki að fólk sér. Hvernig er fucking borða það?
hvernig á ég að borða það? Já, líka, af hverju þarf súkkulaði að brotna? Ég veit það. Er ég að fara, er þetta einhver stytta sem er Já, stytta, brauðleg stytta. Líka, ég líka trúi að þarna geta gæjarnir hérna konuna sem að baki það, þarna geta sett svona best fyrir, já, setjum við svona 2 vikum fram í tíman. Og það veit ekki hversu gamlir snúðar með hörðu súkkulaðir. En með mjúku súkkulaði, þá er það betur tilfinningur í því. Ói, bara, að kaupa rúnstykki úr bakari sem er eldra en 10 mínúna er viðbjör, til dæmis. Hvað er... Hefur ekki fengið svona það sem þú bara, ég hugsa bara, ok, ég geti alveg reynt að borða skjaldböku. Ég er bara að hugsa, það er bara svona 1.000.000 hlutir að fara, trúum að mænt það sem að þú verður bara að borða strax, annars er það fucked. Og af hverju er bara í boði sinnepsósa? Skjaldbökuskil með einhverju, með eggi sem er allt of mikið soðið, sem búið að skera svona og eggjarauðan er ekki lengur rauð, heldur hún líka orðin grá. Mér finnst bara að tala eitthvað í 4-faktor, skilur. Já, en þetta er það sem er í gömlu bakaríunum, sem eru, það sem að kleinurhringir eru bara afþýttir og þeim er skellt síðan inn í einhvern örbylgjófn eða eitthvað. Til þess að, mér finnst þetta bara, það er skilgreiningi í mín ofbeldi. Ok, núna tengi ég við þetta og en ég er að líka með... Þess vegna vil ég fara í einhver svona bakarí sem að kosta meira, skilur? En mér finnst það oft bara að vera eitthvað svona, núna er snúðurinn minni, skilur mig. Ég veit hvað það alveg, en ég samt sko... Og pókarnir eru svartir. Brauð og kó var í miklu uppáldi á mér, en mér fannst þeir vera orðnir verri en eins og Brikk, ég hef engum hagsmunum að geta hana, sko, en Brikk er hjá gamla loftkastalunum. Og þú veist, þetta er fucking drullu dýrt, en þeir gera eitthvað ostasalat sem er örugglega með fucking crack cocaine í, það er svo gott, sko. Ég verði enda að hýrta þessu. Þetta er ostasalat, en þú veist, þetta er samt svona, málið, þetta er allt svona dót sem að maður, þú veist, ég fattaði, ég borðaði þetta alveg kannski 2-3 í viku þegar árinni byrja á Makrós, núna snerti ég ekki svona dót, en ég ætla að segja, ég ætla að telja meira með hennar laugardag, þú veist, ég borðaði þarna, sem fór ég heim borðaði pönnukökur, síðan kom kvöldmatur, ég fekk með pítsu og ég borðaði heila pítsu einn, síðan fekk ég með tromppoka, borðaði helminga tromppoka, einn svona pítsis hlauppoka og síðan... Pítsis hlauppoka, en ef þú borðar, þú þarfst oft bara að borða einu og mikið, þá er það fucked. Ég veit það, og ég borðaði heilan poka og ég borðaði tromppoka með, sem er basically bara græðgis, þetta er... Varstu að horfa á okkar, varstu bara að borða og horfa til glugga? Horfa að gegja mynd með þessu. Hún heitir Monster, Eisa Brokki er leikið henni. Já. Og við tölum hann smá. Og síðan fekk ég með heilan poppoka og ég fekk með Pepsi Max. Ok, wow, staying safe. En sjáðu, síðan þegar ég var búin Pepsi Maxið, þá hugsaði ég, fuck it, ég er hvað sem er búin að fokka mér upp á allir, þannig ég fekk með Coke líka. Venjulega Coke. Wow. Hann drakk lítir af gosi, helming sigurlaust, helming með sigri. Blanda sem að maður á ekki bara, og síðan, þú veist, var ég bara með þú veist drulluna? Já. Heldur finnst þér ólíklegt? Já, með drullu þetta. Nei, ég veit, þetta er bara eins og svona cheatar hjá The Rock. Veistu hvað það tala um? Já, en síðan, þetta er ástæðan fyrir að ég varstu bara að sjá til þess að fokka upp öllum árangum sem hún náður í vikunni? Ég núna, og síðan Þetta vikta nammi líka? Síðan fer ég svo ógeðslega mikið bömmir og Jófna er bara, hún er bara peppað, bara gauti, þú ert búin að vera fucking dulli, ég bara, nei, þetta er bara fucking og færði annan bita ég viðbjöður eitthvað, en núna er ég aftur búin að ná mér track, ég borðaði mjög holdt í gær og ég er alltaf borðað núna mjög holdt í mánuð aftur. Og en hvernig vaknar eftir þetta? Hvernig vaknaði ég? Vaknar bara með hausverk? Já, ég er ekki tjókið, ég var þunnur. Ég kaupaði 100%. Ég var sko, nei og ég er ekki einu svona íkja, ég bara var fucking þunnur. Ég var bara matar og ég var með svona þurrkubletti á bringunni sem var svona, ef ég borðum ekki sigur þá fæ ég svona, verður húðun á mér ógeðslega slæm og mér var illt í puttunum, mér var illt í hausnum og ég hugsaði bara, djöfull er maður að rústa sér. En pældi sem í þessu að áður en að þú fórst að makróði í gang þá gerði ég þetta reglulega. Já, og þú tókst alltaf eftir þegar baselineið þitt var svo terrible, svona þannig séð. En það er nefnilega málið og ég er náttúrulega smám saman að reyna að taka líka minni gegn. Ég er búin að taka út
vímgjafa, skilur og nema, eins og kaffi eða eitthvað svona drasl og síðan ég með síðan ég að taka svefnin í gegn núna ætla ég að taka mataræði í gegn alveg 100% því ég var eins og oft bara stundum með magaverk og stundum með hausverk og eitthvað en síðan ég byrjaði að éta svona clean hver eru þetta allt? Bara fucking góður á því Já, og svo tekur vakna hress, sef betur meiri árangur í ræktinni skemmtilegri, meiri orka skilur meiri jafnægi 100% og líka bara ég kreifa þegar ég að taka venjulegan dag og mæla honum með okkur svona og borða þá ég aldrei að kreifa neitt viðbjóð, skilur Nei, en svo leiðu og ferðið snúð og allt þetta namni, þá langaði bara í sík og eftir þetta Já, þetta bara þetta er bara one thing leads to another, skilur mig, í hver áttan sem ferð Já og það einhvern veginn auðvitað að rúlla niður þetta ég þurft að kæla flöskuna, sko getur ímyndað cheataðar sem ég var að taka þar, skilur Já, líka, ef þú myndi bara áfengi og þetta þá myndir líka fá bara síkó Já, og þunglindi Þunglindi, já Þú veist, færði, ég til dæmis þegar ég drekk svo sjaldan þegar ég fer að drekka þá vakna ég verið svona þunglindur í svona 2 daga eftir það Eftir fyllir í? Já, auðvitað. Hvað mennur? Ég er ekkert eitthvað að, ég er ekki að gera neina skandala, skilur mig. Nei, það hefur ekki, þú ert bara að testa fokkin miðtaugakerfið alla leið, þú ert bókstaflega að drekka eitur og líkaminn að reyna að processa og þess að verður fullur. Já, en ég held, það sem ég er að tala um, ég hef alltaf upplifað þetta bara eina physical form, ekki eina mental form, skilur. Ég er nefnilega ástæðan fyrir að ég hætti að drekka var ekki út af líkamlega forminu, heldur út af andlega forminu. Ég var farin að taka eftir í að það var svo mikið minnstur af því að vera kannski 4 daga að jafna mig og síðan var maður alltaf að drekka helgar, skilur. Já, það er bara tíminn sem að þú hafði til þess að vera bara virkilega on your level. Það var bara ekki, skilur. Síðan þetta skemmta 5. fyrstu lögadag, kannski miðvikudag líka og þetta er oft bara að fá sér 2 bjóra, en 2 bjórar þeir fokka þér upp líka og þú veist, í alvörunni talað maður testið að fokkin makro testa að hætta að drekka það er ég er alltaf, þú veist, ég hef oft hætt að drekka ég geri eitthvað annað frekar, skilur ok, tjekka á mér ég mynda er maður fyrir ekki að drekka og maður horfir á eina mynd í staðinn er það betra? Einn horfir mynd fattur þú er social aspekt já. Og svo non-social aspekt en það er healthy non-social aspekt það er óslega fyndið, ég held að ég myndi aldrei geta að fara í partí áttur en það tekur bara ákveðin tíma að brjóta niður social maður var hræddur við social aðstæður í smástund, skilur, eitthvað svona hvernig það geta að fara í partí og ég upplifir þú þegar eitthvað svona, hvernig við geta að fara í partí? Ég upplifði fyrst, skil, ég var bara til hvers að fara í partí? Vá, nú, ég var til að heyra þetta af hverju, hvaða ástæðu fannstu? Til þess að fara í partí? Já. Að hitta vini mína, tala við fólk og bara borga á mat og hlusta góða tónlist. En hvernig það er svo pældi, mér finnst orðið, veist, bara, mér langar að taka disclaimer, ég er ekki að fucking shame neitt, bara, jam er fucking snill, það er ógeðslega gaman, en eins og fyrir mig, ég þurfti bara átta maður að það var einhver vanlíðan í leiðinni og mér fannst það skáka skemmtanagildi kvöldsins að vera þunglindur á því daginn eftir, skilur, ég bara, það hafði verri áhrif á mig, þannig að, veist, ég tók þetta út og að þið meiri segja bara að taka 2-3 bjóra, það hefur bara fucking áhrif á mann. Það er bara 100% sko. Og ég líka borða alltaf óholt þegar ég var að drekka og ég reykt sígarettu líka til að drekka. Þannig að ég veit ekki maður. En síðan myndast eitthvað ákveðið dæmi, þú veist, það er alltaf fleiri sem drekka heldur en ekki og fer í partí og þegar myndast eitthvað svona ég var þetta var útskriftaveislan í Arni Kann á föstudaginn ógeðslega gaman, sem kemur eitthvað X-moment þar sem ég er bara svona, ok, nú þú veist, fínt, nú getur ég fara heim bara og fór heim og horfði á zombiemynd Horfði Army of the Dead? Já. Hvernig fannst þú? Mér fannst hún mjög skemmtileg þanga til svona síðustu 20 mínútur Hver gerir zombiemynd sem er 2,5 tíma? Nú of mikið, sko
Veistu hvað mér fannst geðveitt? Nei, ég veit það ekki. Horfður á myndina? Já, þess vegna veit ég ekki. Mér fannst hún byrja ógeðslega cool. Mér finnst þetta svona... Montasið þarna. Já, svona ný nálgun á, og ég var alveg svona, hei, er ég að fara að horfa á grínmynd, er ég að fara að horfa á, er þetta Shaun of the Dead eða Dawn of the Dead, skilurðu? Og síðan fannst mér ógeðslega cool að myndin byrja á bara, ok, og þeir eru bara þarna inni. Þetta er svona svo tölvuleikjaborð, skilurðu? Og síðan fannst mér cool að þau eitthvað svona, fá bara svona geðveitt amerískt mission, sem er bara því að fara inn í, disclaimer, við erum að fara að spoila þessari mynd, þið eigi að fá, þið fáið bla 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 pening eða þið farið inn og sækið hann. En síðan fannst mér bara, mér fannst myndin aldrei verða hræðileg, skilur, mér fannst hún aldrei verða geðveitt skeri. Já, hræðilega sem skeri. Já, og mér fannst hún heldur aldrei verða nógu fyndin til þess að réttlæta að hún var ekki skeri, skilur. Já, þú veist, þetta var hræðileg mynd að ölluleiti. Þetta tala hræðilega sem bara vond. Já. Ég myndi að bara segja skeri, sko, þú veist, en það sem böggaði mig, þú veist, ég ætla bara að koma með eitt dæmi. Manst þetta er aðal svartagæðanum sem er með eitthvað sög. Já, hann notaði hann aldrei. Já, þú veist, og hann gróf hana upp. Manst þetta því? Núna er bara, hei, ok, við þurfum að fara aftur, við erum einhverju zombie killers núna, við þurfum að fara aftur. Og hann eitthvað, ok, boss, keyrir út í einhverja eyðimörk til þess að grafa upp sögina sína. Já. Og notaði hann ekki. Já. Af hverju þurftu að grafa niður sögina einhver? Þetta er bara heimilist, þetta er bara verkfæri, þetta er ekki... Nei, það voru fullt af hlutum sem fóru töðunar, síðan fóru líka bara hann alfa zombiðarnir í töðunar á mér. Já, hvernig gett svalur dans, eitthvað. Já, hættið að dansa. Af hverju voru þeir eitthvað svona parkour á bílum? Já, af hverju voru þeir ekki bara að borða heila? Ógeðslega skítur í framan og svona en gett hrínir á höndunum að gera svona. Ég sko... En fannst þið samt ekki grunn hugmyndin af myndinni benda til þess að þetta gæti orðið geggjumynd? Ég meina, ég var 100% seldur eitthvað svona zombie heist mynd. Zombie heist í Vegas. Já, ég meina, vá, ég er alveg seldur. Og ég fílaði líka klísjurnar, eitthvað þýskur gaur sem er tæknigaur, en hann er samt lúði þannig að það þarf að passa upp á hann. Þetta er bara, þú veist, málið, þetta var bara formúla, svarti harði gaurinn. En ég get sagt eitthvað skemmt þetta líka. Svarti harði gaurinn sem hatar þýskur gaurinn, en síðan enda þeir sem tím. Þetta er alveg svona... Og kona með hana bandana en var gett hörð þarna, ég dýrka allt við þetta. Það var bara klísja á klísju og klísju. Já, og ég elska klísjur og allt það, en það sem að skemmdi gjörsamlega þessa fokkin mynd. Af hverju þurfti dóttir hans að fara með þetta fokkin mission til þess að bjarga okkur í konu? Tjekka á þessu gauti, við vissum ekki hvort hún lifði af í lokinu ekki. Það gleymdist að segja okkur það. Missioni fokkaðist upp. Já, vá, það kom aldrei í ljós. Og af hverju þetta vera kjarnorkusprengjur líka? Af hverju þetta eitthvað svona, hei, við höfum 90 mínútur. Já, þá er það að fara að deyja, skilur mig, og svo hann 10 mínútur og hann fara að bjarga konunni sem við veitum ekki hvað endar og deyja allir út af þessu. Deyja ekki bókstaflega allir? Jú, nema svartigæinn. Já, hann dó líka aðalgaurinn, þannig að er þetta ekki gaurinn úr Guardians of the Galaxy? Jú, þetta er fucking Dave Bautista, maður. Mér er þannig geggjaður, ég dýrka hann ekki. Já. Og fokki svolítið. Já, en ég er alveg sammálaður. Mér fannst hún, þú veist, hún endaði bara ekki á neittnátt. Hún endaði ekki neitt. Og síðan er eitthvað svona algjör cliffhanger, eitthvað. Hann var bitinn og hann er í flugvél núna, þannig að það er framhald. Þannig að núna er Mexico, eitthvað, Unlimited Dead Mexico, en mér langar að segja reitt. Er það búið að gefa út, það? Nei, þú veist, hann er með eitthvað svona cinematic universe í kringum þetta. Mér langar að segja reitt hérna. Að lokum. Já, sem að ég veit ekki hvort þú tekið eftir, en þetta er myndir sem að Krister Lía var tekin úr. Og hann átti að vera þyrluflugmaðurinn. Þannig að þyrluflugmaðurinn hitti aldrei neitt í krúinu, allt stöffi hennar að tekið upp á green screen. Nei. Jú, eftir að myndu var tilbúin. Nei. Jú. Ok, nú langar mér að sjá hana aftur, skilur við. Já, en ég tók eftir þessu laga motherfuckers. Það? Já, ég bara eitthvað, hvað var hann að gera það? Allt í hennu bara búið að maska einhverja konu þarna inn. Ég bara... Tókst eftir því? Já, þetta er, make no mistake, þetta er mjög vel gert, en stundum er það fucking ábyrgðir, sérstaklega þeir eru saman. Já. Hún til dæmis hitt aldrei Dave Bautista og þau eru bara að tala saman í myndinni.
Vá, mér finnst það smá merkilegt að heyra þetta. Ég spáði aldrei í þessu. En ég samt spáði í því hvað mér fannst þú eitthvað fyndin karakter. Eða hvað hann var out of place. Það var eins og fólk var að tala við vegg og svo svara hún eitthvað með eitthvað vindir. I'm a pilot, eitthvað. En allavega. Alveg rétt, shit, ok, þetta fucking, já, myndin var bara tilbúin. Já, menn Kristi Líó búin að gera allt, bla bla bla, og ég var bara, wow, ok. Hann ekki uncancelled? Nei, ég meina, hann ekki minn einast, hann bara komin á Patreon, skilur mig. Já, bara með podcast sitt. Já, en ég held að það tækir smá tíma, sko. En mér varst þetta... Ég veit ekki, takir smá tíma, ég meina, Gaurinn var bara bókstælega böstaður við að senda í einhverjum 16 stelpum með að senda þeim kynast. Já, ég held að það fyrst og fremst verið bara að senda, að það hefði verið, þessi samskipti sem við fórum nettu, sko. Ég held að hann aldrei fengið eitthvað, ég svo manna ekki, en... Ég veit, var það ekki aðaldæmið? Jú, ég held að aðaldæmið hafa bara, að hafa eitthvað svona Snapchat komið á yfirborðið, þar sem hann var að vera óviðandi í formi skilabóða, sko. Já. Þannig að hann var aldrei eitthvað, það var aldrei löggumál eða eitthvað, en hann var alltaf að tekið nú þessari mynd og mér varst þetta fyndin lausn að þeir gott ekki tekið upp aftur að fá bara þennan leikara, þessast leikonuna og fá hann inn í stúdíó í grænt herbyggi og þetta er alveg að hafa teip á gólfinu og allt bara, hún þegar, nei, þú voru að fara 1 cm til vinstri, það er bara tæknilegast að shoot bara full time, sko. Já, það er alveg merkilegt, sko. Að ég veit ekki, ég er svona, ég var seldur á þessu mynd, mér fannst það ógeðslega leiðilegt hvað var lítið af upplýsingum einhvern veginn sem að kláraust, skilur við. Það bara léleg saga, Já, þetta var, nefnilega fyrri helmingurinn geggjaður. Konceptið er gott. Já, og seinni helmingurinn alveg off, dæmi. Herru, við þurfum að fara. Klárum þetta. Herru, erum við farnir í frí, eða? Já, tökum smá frí. Ætlum að fara í... Við látum að vita þegar við komum aftur. Og þangað til... 100p. Já, haldið áfram bara hlusta á gamla þetta aftur. Já, takkið alla. Já, herri, sjáumst. Bye.